Donni Sigurðsson, Donni, góður sigur í síðasta leik á móti Fjarðabyggð. Það er nýtt verkefni á morgun, það er Víkingur Ólafsvík í bikarnum. Hvernig leggst þetta í ykkur? Það leggst bara greiðlega vel í okkur. Við erum stútfullir af sjálfstraustið og eftir væntingu í að halda áfram góðu gengi. En jafnframt algjörlega með fæturnar á jörðinni og vitum það að leikirnir í allt sumar verða mjög erfiðir og verðugt verkefni. Þannig að við stúdfullir af sjálfstraustið en á jörðinni og klárir í komandi verkefni. En pínulítið af síðasta leik, þetta var gríðarlega fastur og harður leikur, þannig að það var hart tekist á en menn skiluðu þessu vel á sér. Algjörlega, það átti að vera svona. Við ætluðum að vera grjótharðir og mæta þeirra baráttu. Þeir eru svona baráttulið, hörkuduglegir strákar, komnir upp úr deildinni fyrir neðan og fullir af því að sanna sig fyrir þeir liðum sem fyrir ofan og hafa ná góðum úrslitum og þannig að við ætluðum að virkilega taka vel á þeim og ég held að við höfum mætt þeim í baráttunni og þannig að rauninni gekk leikplanið fullkomlega upp. Þjálfari þeirra líkti þessu við eins og borða harfisk. Borðað þú harfisk? Já, ég borða klárlega harfisk eins og Binni Gess sem er virkilega góður þjálfari og góður maður og ég hefði mjög gaman að sér rimmu við hann og hans lið. En Víkingur Ólafsvík, þetta er nú lið sem var í efstu deild í fyrra og þannig að þið getið þurft að taka á því líka aftur á morgun. Já, algjörlega. Þeir voru fyrir 2 árum í úrvalsdeildinni og eru með hörkugott lið og búin að fá töluvert af góðum leikmönnum rétt fyrir tímabilið og verða virkilega erfiðir. Þeir hafa verið í smá markaþurrð, ekki skorað mörg en í samanskap ekki fengið mörg á sig. Eins og til dæmis Fjarðabyggðarmenn voru núna fyrir þennan leik. Þannig að ég tel að þetta verði mjög verðugt verkefni fyrir okkar sterkalið og við munum mæta þeim af hörku og taka verkefninu gríðarlega alvarlega. Og hópurinn sæmilega vel undirbúinn, ekki nein stór áfalli í hópnum? Já, ekki nema það að Jói fekk höfuðáverka og verður ekki með á morgun að læknisráði en annars eru flestir klárir. Það var kannski má segja að þið þjálfari var nú að tala mikið harfisk, hann hafi verið laminn eins og harfiskur í síðasta leik sem endaði með því að hann fekk ljótanskur á höfði. Já, Jói nú oftar en ekki í miklum barning í sinni stöðu og eins og við lögðum leikinu upp í gær þá voru boltinni svolítið í loftinu og hann lenti þó nokkru sinnum á góðum árekstrum og tók það bara eins og maður. Hann er náttúrulega sjómannsfjölskyldu kominn og hart í honum og lætur ýmislegt á sig, tekur ýmislegt á sig. Það er engin spurning og hann er mjög harður í horn að taka sjálfur og hann þekkir þetta alveg að fá högginn og gefa högginn, þannig að hann hristir þetta af sig fljótlega kallinn. En hópurinn er klár á öðru leyti? Já, hópurinn er klár á langflestu leyti. Það er kannski svona 1 og 1 sem eru þreyta í mönnum og leikurinn situr kannski í ykkurum og það er eins og ég segi, núna eru stutt á milli leikja, leikur aftur á sunnudag og þannig við dreifum álæginu einhver leiti á mönnum en alls óhræddur við það því að við erum með mjög flottan hóp og getum vel treyst á alla þá sem koma inn í hópinn. Smá þreytta menn geta væli í því, þeir eru fullorðnir kallar og taka þetta bara á sig? Já, það er alveg rétt hjá þér. Sumir eru fullorðnir en aðrir en það er samanskapi alveg rétt. Menn taka þessu bara og hlakka til þess að spila alla leiki en eins og ég segi, við erum með flottan og stóran hóp og við ætlum að nota hann og nýta í þau verkefni sem komandi eru og það er við eigum urmul af flottum strákum og það er vissara að halda öllum við efnið því þetta er langt mót. Og sama gamla klísan við hvetjum náttúrulega fólk til að fjölmenna á völlinn? Engin spurning, stuðningurinn verður vonandi alvegjulega frábær í þessum leik og vonandi sjá Möljansmenn sér fært að mæta, þeir voru náttúrulega margir að keppa með 3. flokk núna. Þannig að ég gera hörstlega ráð fyrir því að þeir verði dýrvillisir í stúkunni og Tómi og félagar verði bestir í stúkunni. Donni, gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir kærlega, takk.